Já, komið sæl. Það vöknuðu margir við hvíta jörð í morgun og á það er unni jafnt við landið norðanvert sem og sunnanvert. Þetta ákaflega hráslagalegt hjá okkur í dag og kalt loft yfir landinu og úrkoma nokkuð víða og síðan hefur nú svona létt til bæði hér á suðvesturhorninu og mun gera það þegar líður á kvöldið bæði annars staðar á sunnanverðu landinu sem og vestanverðu. En við sjáum að hátíð í dag var sjálf svona lægða miðjan hérna rétt austur af landi en lægðadragsin lá hér inn á suðvestur horn landsins og lægðin sjálf að hún nú svona leitar hægt og bítandi til austurs áfram nokkuð svona þétta þrýstilinu yfir landinu og þetta verður strekkings norðanátt allavega eitthvað fram á morgundaginn og sennilega eitthvað fram eftir degi á morgun. En kannski góða í þessu þó að úrkomumerkið er nú hverfandi í þessu korti og það er bara ávísun það að það verður minna úrkomu þá norðanlands þó vissulega getur nú eitthvað fallið til jarðar á köflum. En hér sjáum við þennan kalda loftmassa sem að við liggjum í og verðum í honum á morgun en svona það ánægilega kannski í þessu er það að við sjáum þetta hlýja loft hér suður í hafi, það byrja nú svona að streyma í átt að landinu þegar líður á morgundaginn og kemur hér inn yfir landi þá á laugardag. Förum yfir landshlutana, það verður væntanlega bara nokkuð sólríkt á suðvesturhorninu á morgun og það getur nú verið bitið í þessi norðangjóla sem verður nú sennilega eitthvað nærri 10 metrum á sekúndu, sérstaklega hefur Faxaflóan, sennilega hægari vindur að mestu leyti þó á Suðurlandi, en bjartur dagur að mestu leyti, hætta á næturfrosti víða í nótt og hvað varðar morgundaginn þá getur vissulega hlaðið í einhver él eða skúri hér allra síðst á þessu spásvæði. Þegar við förum síðan norður yfir heiðar þá sjáum við að það er svona aðeins þyngra yfir allavega á ströndum og Norðurlandi vestra verður viðbúið að það verði svona skýjað að mestu leyti á morgun og eitthvað getur nú þést í úrkomu sem verður þá væntanlega slita eða snjókoma áfram. Kannski eitthvað líkur til þess að það geti aðeins svona rofa til í innsveitum á Norðurlandi vestra en þegar líður á morgundaginn þá mun væntanlega rétta til bæði Breiðafjörð sem og á sunnanverðum Vestfjörðum og svo sljákkar náttúrulega á þessum vindi svona þegar líður að kvöld á morgun og það er svona við allt landið í heild. Á Norðurlandi og norðausturhorni landsins að þar verður meira og minna skýjað á morgun getur verið svona snjókomi eða slita á köflum en þegar komið hér austur og austfyrir þá voru ónu sennilega til sérstaklega þegar sunnar dregur á fjörðunum og við sjáum að hitatölur eru ekki merkilegar, þetta er nú svona rétt við bara frostmarkið eða jafnvel undir frostmarkið inn til landsins en svo hækkandi hitatölur þegar komið er austur og firði. Og á suðausturhorninu verður morgundagur svona meira og minna bjartur og strekkings norðvestanátt sérstaklega austan til á svæðinu og svo líkur til þess að það getur nú fallið einhverjar skúrir eða él þá allra vestast á þessu spásvæði. En hvað var það síðan næstu daga þá fer nú að hlýna hjá okkur strax á laugardaginn, það fer að draga að hlýraloft hér til vesturs yfir landið, því fylgir vissulega einhver úrkoma sérstaklega suðaustalands og kannski seinnipartinn á suðvesturhorninu, en sennilega verður lítil sem engin úrkoma landið norðanvert og gæti jafnvel verið bjart á norðvesturhorninu eitthvað vel fram eftir degi. En þetta úrkomusvæði, það kemur síðan inn að fullu þunga þá seinnipartinn á laugardag og verður nú svona suðaustan strekkingsvindur og með rigningu sunnan og vestanlands á sunnudaginn og hitatölur konar vel yfir 10 stigin en það sljákkar síðan úrkomunu á sunnudagskvöld, virðist alltaf verða úrkomu laust hjá okkur og jafnvel bjart veður nokkuð víða á mánudaginn og við veitum við aðtekla hitatölur eru orðnar vel vorlegar hjá okkur og því ágætis veður og virðist alltaf vera hlýtt vel fram eftir næstu viku. Segjum þetta gott í bili.